20 Atli Þór Sveinsson, 22 Daniel Snær Ryan, 23 Hafþór Andri Sigurðarson, 24 Björn Már Jakobsson, 25 Ingvar Þór Jónsson, 28 Unnar Hallur Rúnarsson, 35 Róbert Andri Steingrímsson, 36 Sigurgeir Bjarki Söðursson, 44 Andri Freyr Sverrisson, 71 Aron Gunnar Ingason, 91 Róbert Máni Hafberg og nr. 96 Matthías Már Stefánsson. Aðalþjálfari liðsins Ríkard Tantinen. Og hérna kemur lið heimamanna í SR. Nr. 3 Pétur Andreas Mokk, 4 Birgir Árnason, 6 Markus Máni Ólafsson, 7 Ævar Arngrímsson, 9 Axel Snær Orrangan, 10 Heiðar Örn Kristjánsson, 11 Styrmir Steinn Mokk, 14 Ómar Freyr Söldursson, 16 Gunnlaugur Þorsteinsson, 18 Sölvi Freyr Atlason, 20 Jónatan Jakob Óma, 22 Bjarki Reyr Jóhannesson, 23 Kári Arnarsson, 29 Atli Snær Valdimarsson, 31 Jóhann Björgvin Ragnarsson, 40 Þorgils Máni Eggertsson, 53 Björn Stefanek, nr. 63 Felix Jónas Sarlur, 67 Gabriel Camillo Gunnlaugsson, nr. 83 Hulda Zak, 92 Ólafur Björnsson, nr. 95 Birgir Steinsson. Aðalþjálfari liðsins Miroslav Krasanski. Aðaldómari leiksins Óliður Gunnarsson og Góður áhorfendur, við erum velkomin í Skautahöllinni Laugardal. Hér að fara að hefjast. Já, fyrsti meistaraflokksleikur á nýju ári. Árið 2024. 2024. Skautafélag Reykjavíkur eru hér að taka á móti Skautafélag Akureyrar í hestdeild karla. Ég heiti Helgi Páll Þórisson. Og ég heiti Guðlaug Þorsteinsdóttir. Og við munum lýsa hér atvikum. Ég allavega að lýsa því hvernig hérna svona þessi leikur spilast. Skemmtilegt að segja frá því að 18 landslið kvenna hjá okkur bara sigur af Belgum í dag 1-0. Og Mexíkó í gær. Og hérna það er hérna það er alveg stórkostlegt að fylgjast með þessum stelpum. Þær eru búin að vera búið að vera stöðug uppbygging í þessu liði núna undanfarin ár. Þær eru að fríta á morgun en spila svo á móti Nýja-Sjálandi á fimmtudag. En hvað það? Við erum að fara að rúlla hér í gang. Dómarar kvöldsins Óli Þór Gunnarsson, Sindri og Ingólfur Tryggvi. Jóhann Björgvin stendur í markinu hjá Skautafélagi Reykjavíkur. Þetta er farið af stað. Og Róbert Andri er hjá Skautafélagi Akureyrar. Já, SA Víkingum. Hér koma Esseringar. Þeim er mætt hérna. Dómarinn kallar að spila, þetta var ekki æsing. Nei, hann var hérna. Það hafi ekki verið speglað hérna á sig. Þeir eru ekkert að drífa sig að stað í þessari fyrstu sókn. Nei. En æsa pökkinn. Fáum uppkastið yfir í varnarsvæði Esseringa. Það verður nær stúkunni.
Felix að koma pekkinum áfram. Það er Rúnar. Nei, hann er Rúnarsson. Hann Unnar. Smá hættuleikur hérna hjá honum. Í markinu. Þetta verður spennandi strax inn á fyrstu mínútum. Já. Þeir sjá Axel Orangan hérna komin tilbaka eftir meðsli og fleira. Fínt skot rétt yfir. Nær pekkinum aftur. Essaringar halda þessu. Já, þannig að Felix. Þorgils. Tekur skotið hérna, fer yfir. Skotin eru svolítið svona hærri kantinum hjá þeim. Jonathan fyrir hérna í hornið. Þorgils með árum hérna. Þorgils til með pökkin út. Ingvar tekur við pekkinum. Liði Essa. Unisteinn kemur hérna inn fyrir bláu. Þetta er bara vað á ramman. Þurfum við að senda ykkur á Pétri Mokk hérna á Stig krappan tango. Já. Það er greinilegt að menn hafa náðu að hvíla þokkalega yfir hátíðarnar. Það er nóg að krafti hér á þessum fyrstu mínútum. Annar stór hættan, laus pökkur og ég veit ekki hvað. Essa heldur þessu en missir pökkin út fyrir svæðið. Já. Þarna var hann. Filip Krasak. Axel. Hafþór eltir hann hérna. Axel er kominn inn í gegn. Ingvar nær að halda. Þeir ná að halda pekkinu með hann inni. Jói. Þeir eru svona að ná einhverju smá takti hérna. Sendingarnir eru ekki alveg að hitta Ingvar. Hann er nú bara einn og yfirgefinn hérna inn í sónarsvæði sendinga. Nei, sónarsvæði þessa. Smá barningur hérna niðri aðeins fyrir ofan hornin. Já. Róbert Haberg skotið. Þetta er varið. Þetta er varið. Fáum uppkasti hérna niðri í svæðinu, bekkjar megin. Það er nú margir þessara leikmanna sem að spiluðu í umspilinu fyrir Ólympíuleikana sem var nú ágætis törn í desember en fengu greinilega góða hvíld beint eftir að móti lauk. Já. Hérna eru fleiri leikmenn sem hafa verið meiðslalista núna undanfarið eins og þessi hér, Heiðar Kristiðarsson. Sending á Kára hérna sem kemur þessu djúpt niður. Kári hérna fellir við. Þeir ná að halda pekkinum inni. Guðlaugur kemur fram í hana. Guðlaugur. Það er dómur. Hér er dómur. Booking. Krókur eða krækja. Hver er það sem fer þarna? Arnar sýnist mér. Er þetta ekki rétt séð hjá mér? Arnar Helgi Kristjánsson. Já, 17. Já. Við býðum eftir að fá dóminn upp á klukkuna. Hanna kemur þetta. Þetta er rétt hjá þér. Það eru Öslingar sem vinna þetta uppkast. Pítur Stefanjæk, Filip.
Peter aftur. Peter kemur sér færi innan, tekur skot og mark! Það bara fjær hornið. Þetta var vel nýtt. Þetta var vel nýtt færi. Það er óhætt að segja það. Við sjáum endurtekninguna hérna. Hann kemur sér hérna þvert yfir, siglir hérna inn og hann setur hann í hornið. Tekur bara skotið í fjær hornið. Top corner eins og maður segir á góðri íslensku. Já. Top shelf eins og gáningarnir í NHL segja. Já. Bæði lið leika nú fullt skipuð. Refsingin telst að fullu kláruð fyrst það er búið að skora. Já, nei, hérna missir Jonathan Ódóma pökkinn á mjög hættulegu stað. Svakalega hættulegt. Það er léttur barningur hérna. Birkir nær að halda pekkinum það, skóplar í glerið út. Ingvar tekur þetta eins og blakbolta. Já. Þeir eru að perra þetta. Óli hann er komin í gegn. Hérna einn. Óli skorar! Þetta var rosalegt. Því líka vinnum markið. Við sjáum endursýningu. Já, sjáum bara hvernig hann... Nei, við sjáum ekki endursýninguna en stuttalýsingin er svo að Óli Hrafn náði að vöðla sig þarna í gegnum 2 varnarmenn og koma pekkinum í markið með fínu bakhandarskoti. Já, spilið var ansið fljótt að snúast við. Mjög fljótt að snúast við. En svoleiðis er hockey. Svona er hockeyið, sko. Og þarna sjáum við dómaræðisvelliru. Já. Og við vitum það sem vitum hvað það þýðir. Mikið rétt. En ræðum það ekki meir hér. Ekki einn útsendingum allavega. En jæja, pökkurinn hér í hamagangi við blálínunni. Blálínuna segir Filip, kemur pekkinn djúpt niður. Markus reynir hann að senda pökkinn yfir á Ómar Söndrason en sendingin ekki alveg nóg nákvæm. Markus aftur. Þótt að pökkurinn hafi farið nóg langt til þess að vera æsing, þá er þetta ekki æsing að þetta var snýri svona. Já, hans eigin maður sendir pökkinn. Hanna smá bömp hana. Hann hefur fundið fyrir þessu, hann Markus. Það er rángstaða, biður rángstaða, hann að rauðir þurfa að hreins út á svæðinu. Það verður að fría. Þetta er komið í lag. Akureyringarnir alltaf að bíða. Tilbúinir að pressa. Þeir græta því þarna. Eitthvað að reyna að koma pekkinum hérna í þröngt spil, hann gengur ekki. Axel pikkar þetta upp. Axel komin á flegi fyrir hérna. Já, virkilega gaman að sjá þess að leikmenn vera að koma tilbaka af meiðslalistanum. Já, það er mjög fint. Það er bæði Axel og svo Heiðar og Birkir Árnason. Hérna Peter með skotið. Bara rétt yfir. Skot. Og uppinnan Peter að spekla hann ekki inn hana. Heiðar. Nei, Hafþór segi ég. Skemmtilegt að segja frá því en það er líka nýr þjálfari með skautafélagi Akureyrar. Já, það var bara ljóst núna bara beint eftir áramótin að Richard Tattinen er búinn að taka við af Jamie Dumont. Jamie hefur víst þurft að snúa sér á öðrum verkefnum. Já, sinna persónulegum málum og hafði ekki tök á því að halda áfram eftir áramót. Virkilega ánægilegt að sjá Rikka koma inn. Já. Gunnlaugur, tekur skotið þrönd. Hann verð þetta. Ingvar kom pekkinn áfram. Gunnlaugur aftur hérna.
Þeir ná að snúa þessu upp. Skópla pekkinum upp. Það er mikill barningur hérna í kringum mörkin. Bæði fyrir fram og aftan. Dómarinn segir að standa upp. Já. Vill ekkert meina þetta sé neitt. Nei. Pekkinum er dömpað. Sjáum æsingu. Þetta er æsing, þrýsting. Listilega góð æsing. Já, já. Þrýsting. Já, það eru þá í rauninni bæði liðið með ákveðna breytingar hjá sér að vera að fá þessa leikmenn af þessum meiðslalista og svo í þjálfarateimunum. Þannig að nýtt ár og nýtt tækifæri. Það er bara svolítið svoleiðis. Á vel við núna. Já, og svo sé ég að Bjarki Jóhannesson er hér hérna ógallaður á bekknum hjá SR. Já, það er líka breyting. Það er ákveðin breyting. Birkir sendir pökkinn út. Vatnum Pétur Mók eftir. Það er rangstaða, biðrangstaða, en hún er orðin hrein núna. Rosa sending hérna. Þetta er með ólíkindum hvað þetta er að snúast hratt við maður réttnar að sleppa orðinu þegar þetta er komið í hin áttina. Menn vildu meina að hætta að vera dómur þarna í sókn í Ólarhamni. Það er varið út af. Við fáum uppkastið hérna inn í svæðinu. Þeir þurfa reyndar að sækja sér pökk. Það eru Hestingur sem er uppkastið en það eru Akureyringar sem komast inn í þetta. Markmaðurinn mætir. Filip skuttla pekkinum upp. Ágúst hendur pekkinum niður. Ævar Argrís kemur pekkinum hana niður. Hann er einn af þeim sem er að koma að þessum meiðslalista, þessum fræga meiðslalista. Þetta er bara hljóma eins og listin endilangi. Eða endalausi. Hvað er þetta? Sölvi á móti Bjössa, sýnist mér. Það ekki? Jú. Í uppkastinu. Já, Efsteringar vinna þetta uppkast. Þeir eru búin að vinna æði mörg uppkast núna. Það kalla að spila, segir Sindri, línumaður. Sendi ekki hérna blá línuna. Nú bara pökkurinn hann skiptir sér milli hægri vinstri, milli hornanna. Axel Svíf sending hérna upp á Pítur. Pítur nær honum ekki alveg en það er að halda honum samt. Veint á Axel, Axel komin í gegn, Axel! Og varið, listilega varið. Það kom tilbaka. Þetta er Unnar Hafberg, Unnar skotið! Og varið. Hann varði þetta með naumöndum, hann Jóhann Björgvin. Jóhann Björgvin. Ingvar með pökkinn. Þeir taka þetta skiptingu. Já. Andri Mikaels komin inn á, komin niður í hotnið. Ná Efsteringar hér stjórn á pekkinum. Birkir. Sendingu upp yfir Ormur. Tekur pökkinn á miðunni. Og við sjáum pökkinn bara upp í stúku. Já. Já, leikhlutinn rétt rúmlega hálfnaður og
2 mörk og ég veit ekki hvað. Engin dómur. Jú, einn dómur. einn Ég er dómur að ljúga ykkur. Löng sendingin yfir á Þorgils. En hér er Ormur. Hann var tilbúinn í þetta. Hann var tilbúinn í þetta. Óli Hrafn reynir hann að fyrirgjöf. Þeir halda honum inn í svæðinu. Já, Markús Snorra hendur pekkinu niður. Þeir fara Akureyringar í skiptinguna. Feska lappirinn á ísinn. Sjáum hvað gerist núna. Ágústína yfir á Andri Sverris. Bergþór Ágússon fyrirgefði. Andri Sverris með skotið. Náði að verja þetta. Ævar. Hann er að halda á henni í hóðinu. Þeir reyna eitthvað að ýta við á honum en hann er hraustur strákur. Dómarinn segir ekki neitt, segir þeim bara standa upp. Áfram með spilið, segir hann. Unnsteinn hendur pekkinu niður. Jóhann Björgvin stoppar hann. Síðan þeir eru tilbúinir að stilla upp hérna. Já, eða Axel ekki. tekur hérna einn hring og það er Pétur Sigurðsson sem eltir hann. Birgir. Styrmir. Löng sendingu yfir hérna. Bergþór. Hernast næstum. Nei, þetta er ekki Bergþór. Þetta er annar maður sem heitir Birgir. Birgir Einarsson. Við komum að pekkinum út hérna. S-ringar. Sölvi. Styrmir með honum. Ágætlega að spila hjá þeim. Þetta var opið. Píter kemur pekkinu undan hliðan. Það er Birgir. Hann tekur bara skotið. Akureyringarnir hreinsa bara út. Engin frysting. Jóhann Bergur, hann hendir pekkinu bara alveg yfir. Og það er æsing. Það er æsing, já, já. Eflaust haldið að hann væri ákveðið tækifæri en sendingin ekki alveg nógu nákvæm. Sem markmaður myndi ég bara segja að liðsfélagarnir mínir hafa ekki skautað nógu mikið. Já, það er bara kannski eitthvað til í því líka. Er það ekki? Já. Skulum ekki kasta honum fyrir rútuna fyrir að taka svona ákvarðanir. Ekki alveg strax, ekki alveg strax. Jónatan yfir á Heiðar. Heiðar leggur á stað. Kári með honum hérna. Ormur á mót honum. Fyrir þessa. Kári tekur bökkinn, reynir að koma hún á fyrir. Heiðar. Það er ekki skotinu þarna. Það kemur Unnar á siglingunni. Þeir eru komin í gegn með allina. Tekur skotið. Bökkur á að lausa þarna. Rétt fer fram hjá rýbandinu. Já. Gunnlaugur reynir að koma pekkinum inn en er það ekki. Róbert Hafberg kemur hér. Maður með stystu kilvu á Íslandi í meistaraflokki. Löng sending hérna fram. Ormur grípur þetta. Nei, þetta var ekki Ormur. Þetta var Atli Sveinsson. Pétur tekur skotið framhjá. Óli Hrafn. Felix. Axel. Felix aftur hérna. Þorgils missar hann frá sér hérna. Pétur tekur hann að sprettin eins og honum er innum með lagið. Bökkur er komin inn. Já, og vel varið. Smá hiti þarna. Já. En menn komnir í sundur. Þetta uppspil gekk kannski ekki alveg
nógu vel hjá S-ringum og að frábær pressa og rosa víðsamt líka hjá þeim rauðklæddu. Já. Þetta var eiginlega bara, já, rosa gaman að sjá hvað náðu að gera þetta erfitt fyrir. Já, þeir náðu nú aðeins að vinna úr þessu þarna Pétur og Gabriel. Já. Þannig bara erfið staða. Jæja, kemur Róbert Daberg, reynir hana fyrirgjöf. Ævar. Fín sending hana, náðu ekki alveg á hann. Ómar Söndursson. Kemur Unnar. Hvað gerir Unnar? Tekur bakanda skot hana. Svífur lauflétt yfir. Unnursteinn kemur pekkinum aftur inn í svæðið. Jónatan. Aðeins að hægja á tempóinu. Aðeins að hægja á tempóinu, sko. Fá það til þess að opna sig. Nýta það að róast allir niður á svellinu. Birkir yfir Jónatan. Lungsendingina á Styrmi. Frábært spil. Pökkurinn komið niður í hornið. Ó, þetta var frábær markvarsla. Já, þetta var ekki auðvöldu Pökkur. Engan veginn. Hann var búinn að stilla sér alveg upp við hann en svo einhvern veginn svona virtist. Ja, hann er kolkrabba á höndinni. Já. Þarna var þvílíkt færi fyrir S-ringa. Andri Mig og Jóhann Leifsson og Bergþór með skot og það framjá. Held að hann hafi aðeins náðu að grípa í hann hana. Gott spil hjá strákunum. Það við náðu að grípa aðeins í hann Jóhann Björgvin. Bergþór hendir pekkinum inn í svæðið, lendir hann í dómaranum. Aftur. Björn Már Jakobsson sendir hérna yfir á Pétur Sigurðsson. Hann rangstað, biður rangstaða. Hann nú fær. Held að Sindra langi frekar mikið að vera með í þessum leik. Já, hann er búinn að vera svona eitt á annað. Búinn að fá bara hérna í sömu skiptingunni, búinn að fá pökkinn dusar í sig og svo skauta einn mann. Já. S-ringa vinna uppkastið. Filip. Hann að sendinga á Heiðar. Þetta er bara æs. Og þetta er bara æsing. Unnar og Kári mætast hérna í uppkastinu. Já. Og það er Unnar vinnur þetta. Þetta er varið. Já, fínt skot frá Ormi. Hann hefur átt þessi lúmsku skot frá bláu línunni. Ekkert endalega einhverjir þrusu slabbarar, heldur þetta bara mjög þétt úrliðskot. Það er líka bara mjög erfitt þegar þessi skot koma svona snemma úr uppkastinu. Leikmennir eru varla komnir á ferðina, þannig að það er oft mjög blind fyrir markmanninu þótt að líti kannski ekki þannig út. Já. Unnar reynir að tróða hann í gegn. Þeir halda pekkinu niðri. Róbert reynir að koma pekkinu fyrir. Það er Þorgils. Pétur. Smá vandragangur hann í horninu. Kemur hann upp á bláu. Róbert í barningi.
Já. Það er hann Og til hérna Ormur. Missir aðeins fótana hana. Baltasar kemur bekkinum yfir á Unnar. Það veldur við. Þeir eru fastir saman hérna bak við markið. Já. Hafþór, pekkinu djúpt, Þorgils. Kemur pekkinum út úr svæðinu. Nú ættu þessir ekki að geta nátt á skiptingu hana. Jói. Felix mætir honum. Jói reynir hana fyrirgjöf á línufélaga sinn til margra ára, Andra Mikaelsson. Tókst ekki alveg, en þeir halda samt pekkinum. Þetta er eiginlega ótrúlega barátta, sjá þetta. Þeir eru frískir þessi strákar. Það er snerting, það er ekki æs, þeir eru alveg í kappirna að ná pekkinum. Pítur Stefáni tekur þetta, biðinu við, Sölvi, tekur skotið og framhjá. Framhjá fjærstönginni. Andri Sverrir stömbornum hérna, Jónatan tekur það. Bökkurinn hér hoppar og skópar á milli manna, Pítur. Það var alveg opið mark hana. Það er dómur. Það er dómur. Eitthvað misti ég nú á þessu. Unisteinn sýnist mér að fara í markið. Nei, markið. Hérna. Já, þetta er bara þetta sýnist mér boarding. Já, þetta er ekki 2 mínútur. Jú, þetta er 2 mínútur boarding. Það er nú bara 3 sekúndur. Já, tæpar 4 sekúndur. Eftir að lotunni. Þessi lota er búin að vera að fljóta líða. Já. Það eru Steiningar sem vinna þetta uppkast og hér rennur leiktíminn út. Afar áhugaverð lota og það sé ekki meira sagt. Já, þetta var skemmtilegt. Já, þetta var hörku aksjón frá upphaf til enda. Það er hvorugt lið að gefa nokkuð eftir hér. Það verður virkilega gaman að mæta til leiks beint í powerplay hjá SR-ingum. Já. Hérna eftir 15 mínútna hlé. Já. En við kveðjum að sinni. Já.
Góðan daginn, verið velkomin að skjánum aftur. Já, gott kvöld segjum við reyndar hérna sunnan heiða, klukkan eftir 6. En það annar mál. Ég ekki kunnug staðháttum. Þú ert ekki kunnug staðháttum. Það 40 sekundur í að klukkan renni út leikhlið eða eitthvað, svoleiðis. Já, það er bara fyrir alveg að bresta á leik hérna. Mjög illa orðað, en ég held að það sé skiljanlegt. Já, þetta skilst allt á endanum, eins og sagt er. En... Já, hvað segirðu, þetta kvöld núna? Það kvöld núna, það venjulega eftir... Það dimmt allan sólarhringinn, þannig að... Já, það dimmt allan sólarhringinn, þannig að það breytir ringum... Klukkan líka 8 tvísvar á hverjum 24 tímum. Á hverju sólarhring? Já. Það reyndar rétt hjá þér. Og það dimmt í bæðiskiptin. Já. En öllu gríni sleftu, þá leikurinn að fara að rúlla hérna af stað. Liðin hafa skipt vallar helming. Já. Og þetta fer bara dætt í gang. Og hér erum við komin að stað. SR byrjar í powerplay. Leikmaður SA númer 17? 13, Uni. Auðvitað er númer 13. Uni Steinn Sigurðarsson í bóksinu þarna í 1 mínútu og rúmlega það. Samskot og mark. SA nær frákastinu. Þeir ná að halda pekkirinn inni. Þeir bláklæddu. Gunnlaugur styrmir. Þetta var því spil hérna. Glæsilega varið. Glæsilega varið og já, glæsilega varið. Það var samaskapið var þetta mjög vel spilað hjá SR-ingum. Þeir náðu að mjög fínu spili hérna. Akureyringar að ná að verjast vel hérna. Það alls konar í gangi hérna. Pítur Stefanik brýtur killuna. Gunnlaugur tekur skotið, lendir hérna í honum. Unnari sem nú blokkhóngur landsins. Ég veit ekki hversu mörg skot hann búinn að blokka í vetur þessi strákur, en það eru hægt að telja það á öllum fingurum og tám líka, held ég. Já, það er örugglega nokkrar manneskjur í það talningu samt. Já. Kemur Heiðar Kristiðarsson, kemur pekkinn yfir Óla Hrafn, Axel. Kári, tekur skotið framhjá. Óli Hrafn með pekkinn. Nei, bara, já. SA hreinsar þetta vel og vandlega. Fara hérna í skiptingu. Við eigum vona á Una inn á svellið eftir 5 sekundur eða svo. Axel tekur skotið, það yfir. Nú hoppar hann út úr boxinu. Já, skotin eftir fyrstu lótu eru 16 skot SR-inga á móti 13 hjá Akureyri. Svona býnum við, Styrmir, rosaleg varsla hérna hjá Róbert. Og ná síðan að fristar með því að setja fæturnar saman meðan þú situr á rassinum með ólíkindum. Pökkurinn eiginlega bara kjurr hérna í uppkastinu. Já, það eru SR-ingar sem ná þessu. Eitthvað fýrbast í sendingunum hérna. Það er Atli, rinnir skotið hérna. Það er dómur á SR-ing. Dómur, já. Birkir á fyrir bóksið. Mér sýnist það, já. Fyrir að krækja. Kannski það mögulega... Sá nú ekki atvikið, en það getur vel verið að það sé rétt sér. Jú, mikið rétt. Hvernig þetta gerist hérna í endursýningunni? Ég held að hún ekki vítaskots. Nei, hann krækir hann bara niður. Já. Þetta er fyrsta refsing SR-inga í kvöld. Já, og svo fyrst á þessu ári líka. Skemmtilegt að geta sagt það. Já. Það er
Aðeins og snöggir hérna í þetta. Já, þessi bláklæddu voru eilítið og snöggir. Alltaf gaman þegar árið byrjar og maður getur sagt einhverja svona ömurlega brandara eins og ég hef ekki farið í sturtu sinni í fyrra. En þú veist, svo fer maður í sturtu 1. janúar. Það er aftur. Aftur er stoppað. Klukkan sennilega búin að renna aðeins of mikið. Gæti það verið? Já, það er spurning. Já, 4 sekúndur. Já, hann vil spóla tilbaka 4 sekúndur. Ábyggilega bæði á... Já, vandamálið er samt sem áður það að dómurinn spólaði ekki þessar 4 sekúndur tilbaka. Já. Við þurfum að sjá bara hvað gerist í þessu. Það takk ekki bara út dómurinn að setja hann inn aftur. Mér finnst það líklega lausn en þetta er ákveðin tækni vandamál. Hér er ný klukka í húsinu og það eru allir að slípa sig saman í það að gera leikumgerðina sem besta. Þetta tekur allt nokkur skipti til þess að vera fullfær í öllum þessum aðstæðum. Jú, þetta er allt saman komið rétt upp á töflu. 2 mínútur, 17. Allt er þeirra þrendir, þetta tókst í þetta skýtu. Anna var Ingólfur að hó línumæður og hó skot í hælinn. Það er alltaf pressandi. Gunnlaugur skópla pekkinum hér út. Ingvar sækir hann hér. Jói siglir með pökkinn hér að stað. Hér á Ingvar. Andra Mik hérna. Andri Mik yfir á Unastein. Unni hérna, hann er að komast inn í gegn. Andri heldur pekkinu. Jói. Jói tekur bara skotið. Og inni. Hann hefur farið í stöngina þarna. Aftan í Jóhann Björgvin og svo var hann legið þarna. Sjáum kannski endursýningu af þessu. Já. Hérna. Já. Einmitt. Staðan orðin 2-1. Já, sýnir Stuðningsteinn vera skráður fyrir markinu. Og þá er refsi mínútum Birkis Árnasonar lokið. Og við förum aftur hér í 5-5. Æseringar sem vinna þetta uppkast. Þar lendir Ævar á Bergþóri, eða Bergþór á Ævari, hvernig það er á það litið. Ævar kemur pekkinum áfram. Allir reyna að koma pekkinum út en það næst ekki. Smá hættu spil hann í kringum marki á þessa. Píter yfir á Axel tekur skotið og stöngina út. Axel ennþá hér í pekkinum. Mikill hammangangur hérna. Róbert Haberg hendi pekkinum bara djúpt niður. Það er æsing og það er verið að stöðva leikmannaskiptinguna sem var farin af stað. Já. Já, það er Unnsteinn Sigurðarson sem er skráður fyrir markinu og Jóhann Már Leifsson með stöðsendinguna. Þeir eru nú samt bara, já, þarna kemur 5. leikmaðurinn. Það er Baltasar. Píter yfir á Filip tekur. Ó, bara út fyrir. Já. Og við fáum hana uppkast í varnarsvæði þessa. Jájú, það er hérna létt barða í horninu.
Filip. Það er að snúa hann Bergþór á sér. Nei, þetta var Birkir Einarsson fyrirgefið. Ég er aftur að rugla þeim saman. Sölvi reynir að koma pekkinum á miðjuna. Matthías hendur hann niður. Markús hérna aðeins að bíða eftir sínum mönnum. Pítur reynir hann að sjöfsendingu en það var Pétur fyrir þessa sem náði að skella þessum pekki úr róttunu. Styringar að reyna að ná að stilla upp hér í einhverju spili. Föst sendingin upp á blálínuna, hún hefnaðist ekki alveg. Essa tekur við pekkinu, kemur hann niður og Styringar taka aftur við. Kemur nú Björn Már mættur. Jakobsson og Andri Sverris hérna með skot. Þannig verður pökkurinn út af. Fáum uppkastið inn í svæðinu. Það er skot hann að löngu færi. Og pökkurinn fyrir Istur. Já, Jóhann Björgvin. Ekkert að tefla hann inn að tvær hættur hann. Fáum hérna skiptingu hjá báðum liðum. Það er Essa sem vinnur þetta uppkast. Missar þetta hérna út. Hér er Þorgils. Hér er ekkert verið að gefa eftir. Það er bara að taka leiðina, fylgja þessu eftir. S-seringar sýnist mér halda þessu, já. Já. Óli Hrafn. Birkir, Óli Hrafn aftur. Þorgils hérna. Næra haldur á minni. Rosaleg sending hana hjá Þorgils yfir á Óla Hrafn. Viðstöðlu skot hjá Óla Hrafni og varið hjá Róberti. Hann er bara að merkja að þessi sending skulle hafa náði í gegn, sko. Svíf á honi þvert yfir allt. Já, hún var vel tímasett. Ingvar. Skóplögin Axel nær ekki að taka það niður. Hér er Unnar, hann er að stjórna á pekkinu mína. Róbert Ingvar tekur bara skotið í lappirnar á Ævari. Ævar hér. Skot hann hjá honum Gabriel. Þessi er ekki að ná hérna. Halda Ómar. Baráttunni hérna. Gabriel. Axel. Reynir hann að skotið. Það lendir í hjá honum Róberti Hafberg. Filip hér í baráttunni við Hafþór. Það er reyna hann að viðstöluðu skot. Stefnir Mokk, hann tímasendingin ekki alveg nógu góð. Löngsningin upp. Hér er Hafþór. Nei, þetta er Unnar. Reynir hann að skotið en Jóhann Björgan varði þetta. Hann er sprett harður á Unnar. Það er biðrangstaða og nú með S-seringar koma aftur inn í svæðið.
Jói Leifs. Jói. Reynir hann að skota hana sjálfur bara á þröngu færi. Hann var alveg búinn að loka þessu á Jóhann Björgvin. Arnar. Reynir hann að Gunnlaugur. Heiðar. Og bara út á svellinu. Já, bara beint í, já, næstu því bara upp í hann Ævar Arngrímsson. Kári og Björn Már Jakobsson mætast hérna í uppkastinu. Já. SA vinnur þetta. Þessir mæta sann strax. Þeir eru mjög háir í pressunni, sko. Já, maður sér það að leikurinn bara á spilinu, svona án þess að líta á töfluna hvað leikurinn er jafn markalega sér. Já. Hér er enginn að gefa tommu eftir. Nei. Það geta að spila hjá þeim hérna. Það eru Akureyringar sem koma hér á svæðinu. Sýnist þetta Atli hérna koma á siglingunni. Atli siglir inn í gerð. Tekur skotið, lungufæri. Jóhann Björgvin ver. Leiktíminn stöðvaður og fáum uppkast þetta niður í svæðinu. Já, þeir renna að koma pekkinu með nót. Það er Ingvar sinna stjórn á þessu hérna. Ingvar. Kemur pekkinu fyrir markið hérna og Þeir berjast. Það er stöðvað. Býtu, það er okkur hitan fyrir frá mark. Jesús minn almáttur. Við erum nú mögulega erfitt að sjá endursýningun á þessu en við reynum það kannski samt. Sjáum að pökkurinn, hann er með hana. Óli stendur alveg við þetta, við trúum og treystum honum. Já. En þeir vilja nú samt að ráðfæra sig. Já. Þetta er ekki mark, það er krísa. Já. Fáum uppkast út úr svæðinu. Krísa er kölluð þegar að leikmaður er inn í krísunni. Andstæðingurinn. Já, andstæðingurinn er... Já, í vegi fyrir markmanninum. Hamlar möguleika hans á hreyfingu. Já, hindrar það að markmaðurinn geti, já, hafi hann ákveðið tækifæri þess að verja. Skotabíðinu, hér eru allt komið hérna á Píter, skot og mark! Þetta gerðist hratt. Þetta gerðist hratt. Við þurfum að fá endursýningu á þessu. Sjá endursýninguna á þessu. Þetta er nú meira eiginlega þarna. Já. Þetta var eiginlega bara uppkastið, ein sending og skot og mark. Í rauninni, sko. Varnarmaðurinn hann hjá SA, hann fellur við. Og þar nær styrmir valda á pekkirum og kemur beint yfir á Píter sem skilar pekkirum í marki bara. Staðan 3-1. Lotan er hálnuð. Bara akkurat. Akkurat. Svona fyrir utan 1 sekúndu. Já. Það næstu í akkurat. Jæja, Akureyringar vinna þetta. Atli. Einhvern skotur frábærlega spilað hjá SA hérna. Það var frábær sending hjá Atla á hann. Á Róbert Hafberg. Og er bara komin í dagskipun hérna og bara skjóta ramman með öll færi. Hver var það sem þú sagðir að hann væri með styðstu kylfu í meistaraflokki karla?
Herru, það Róbert Hafberg. Er það vísindarlega mæling eða? Það ekki vísindaleg mæling, en ég hef það fyrir satt að þetta sé svo allra styrsta kilva sem sést hefur í meistaraflokki. Allan í svona hlutfalli miðað við hvað maðurinn hár. Ég mæti með tommustokkurinn á næsta leik sem ég lýsi. Já. Því vísindin ljúga ekki. Vísindin ljúga ekki, það sko alveg rétt. Hér einhver vandræðagangur í þessum hringum. Arnar tekur skotið bara. Beint á varið. Hann var nú bara heppinn að verja þetta, hann Jóhann Björgvin, hann sá pennan pökk aldrei. Nei. Hér pekkinum skoplað út. Það Jói Leifs. Reynir hérna. Það æsað. Það æsað. Hendi í frystingu. Spilið fara á stað, Estringar með pökkinn, koma honum yfir hérna, þvert yfir svellið. Já. Svolítið mikil pressa hér frá þeim rauðklæddu. Þetta endalaus sparningur. Já. Óli Hrafn. Reynir að komast hann í gegn. En Unnar fer bara sjálfur. Já. Hann ekkert að spara sig. Nei. Það var vonsetting hérna. Róbert Hafberg kominn, beint í pökkinn. Hann bara sjálfur með hann, tekur skotið. Rétt framhjá. Áfram með spilað, Pítur hérna, hann ekki að taka pökkinn með sér. Kemur Atli, alveg á siglingunni, Baltasar. Baltasar að koma pökkinn eitthvað áfram, en bara aftur í pökkinum. Felix. Ná ekki að... Það æsing. Já. Þetta frysting. Engi vafi á því. Uppkastið færist alla leið yfir. Segir Sindri Gunnarsson. Það hérna snjónum af pekkinum áður en það pekkinum kastað upp aftur. Það látið falla. Ekki mikið vera að kasta honum. Já, það getur spilað með skæðina. Sölvi hér á siglingunni. Var hann á móti honum. Daniel Ræðan. Aftur dundur skot. Pökkurinn laus. Hann laus undir honum. Herru, það hiti í mönnum. Þeir aðeins að knúsast þarna. Já. Það má nú samt brosi í gegnum það. Já. Var þetta Pítur? Var þetta Ævar sem var að skjóta þarna? Ég syns það að vera Ævar. Já, við sjáum að spilið alveg svolítið þannig að það pressa í báðar áttir í rauninni, allan tíman. Já, það alveg það svona, já, það má segja að bæði lið hafa verið að spila svolítið svona háa pressuvörð, sko. Það bara beint í beint í pressuna, sko, leið og andstæðingur nær pekkinum, sko. Það ekkert verið að stilla sér upp og býða eitthvað. Nema bara svona einstaka sinnum. Ef ég með réttar upplýsingar þá hefur SA ekki tapað leik. Já, mér þykir það bara nokkuð líklegt. Tímabilinu. Hafa spilað 11 leiki með 33 stig.
S-eringar eru með 15 stig úr 10 leikjum. Það er líklegast á eftir að uppfæra þessa töflu sem er á úrslit.ihi.is. Vantar hana niðurstöðuna eftir úr einu með 2 leikjum með Narva. Það, eins og ég segi, verður uppfært annarkvort í kvöldi á morgun. Há sending upp í lofti hérna. Ævar, hann. Þeir segja sér ekkert á þetta. Nei, Óli var ekkert að hérna. Hvorki dómur eða rangstaða. Nei. Hérna fáum við rangstöðu. Rangstaðan. Kári og Andri Sverris aðeins hérna stjaka við hvor öðrum. Já. Báðir með bros á vör. Það er skemmtilegt svoleiðis. En uppkastið færist þarna nær marki SR. Þeir hafa túlkað þetta sem viljandi rangstöðu. Já. Fært þetta S-eringum í óhag. Já. Kárið þarna hamast í Ingvari. Sending. Unni. Löngsendingin yfir Mattias. Ingvar. Kári pressar hann stíft. Það er ekkert verið að gefa eftir hérna. Gunnlaugur. Kári. Tekur skoti beint og mark. Kári Arnarsson bætir í stigalistan sinn. Sjáum endursýningu af þessu. Já. Hann er bara, já. Þetta beint undir púðana hjá markmannunum. Já, Róberti. Já. Hann var samt í honum sko pekkinum, hann Róbert. Þetta er bara þessi mikromillisekunda sem að markmenn hata. Talað frá mínu eigin hjarta. Allt of oft lendi í þessu. Það er ástæða fyrir að ég er að lýsa hér í dag. Já. Það eru S-eringar sem vinna þetta uppkast. Markus. Nú koma pekkinum áfram á Pétur. Hann går hérna að skópla pekkinum út. Filip. Yfir á Óla Rapp. Yfir á Markus. Það er missað pökkinn hérna frá sér. Og Jói Leifsson komin í fyrsti maður í pökkinn. Filip pressar hart á hann. Ormur tekur bara skotið í Pétur. Hann bara blokkar þetta með rassinum sem þetta er. Já. Ormur er á alla. Unnar komin hérna á flegiferð. Róbert Haberg með honum. Bara rétt framhjá. Þetta hann farið í hliðanetti pökkun hérna. Já, þetta var mjög tæft að næðu markið þarna. En þeir halda pekkinum. Já. Halda honum inni. Baltasar að pressa Felix hérna. S-eringar komið með pekkin. Rimmanum hérna með fram battanum. En Róbert nær honum aftur. Sjá hvað gera núna er aðeins rólegra en hann var hérna fyrir 10 sekundum. Já, það er svona búið að vera núna í þessu leikluta svolítið svona leikleysa einhvern veginn. Það er búið að einhvern veginn svona detta öðru hvorum eigin einhvern veginn og Gunnar
Það er dómur. Já, S-eringar að fá dóm fyrir húking. já, mér finnst Þorgils. Nei, það er Peter sem er að fara út af fyrir að krækja. Hann er ekki sammála þessu. Nei. En enga síður 2 mínútur fyrir þetta og við fáum powerplay hjá SA-mönnum. Já, þeim vantar 2-3 mörk á töfluna til þess að jafna þennan leik aðeins. Ég get sagt þér það, Helgi Páll, að það er nægur tími fyrir SA til þess að ná þeim mörkum. Já, ég hef alveg... Þekkjum það í sögulegu samhengi. Já, ég hef séð það gerast oftar en einu oftar en 2 svar. Þannig að ég bið ykkur, kæri áhorfendur, að vera hérna áfram. Já, þetta er ekki búið fyrir að það er búið. Ingvar, löng sending á Jóa hér á kantinum. Það er að koma pekkinum inn. Birkir, há og löng sending yfir allt og alla. Ingvar greip þetta bara. Þetta var bara svo tína epli fyrir Ingvar. Þeim er Unni Steinn á siglingunni. Unni tekur bara skotið. Og varið... Já. Jóhann Björgur ætlaði að henda honum út en... Náði ekki alveg. Nei, Unnar Hafberg náði þessu. Arnar kom hérna eitthvað að dansa við hann Birkir. Aftur á Róbert. Arnar. Og Róbert aftur. Beint af Atla. Yfir, já. Kemur skotið og varið. Já. Þetta var vel spilað hjá þeim. Þetta var glæsilegt spil. Já, þetta var mjög fínt spilað hjá þeim. Sjáum skiptingu hérna í báðum liðum. Já, það eru tæpar 50 sekúndur eftir af refsingunni hjá Peter Stepaniak. Það var... Hreinsa þetta út. Já, Axel hendi þessu bara út. Og þegar það freistaðist núna er hann að nýta restina tímanum í powerplayinu að koma hérna einhverju inn. Jói, eitthvað fyrrpast hann hérna í sendingunni upp. Andri Mík skautur á eftir þessu. 20 sekúndur. Löng sending upp hérna. Hafþór. Alls konar taktiringar hér til þess að reyna að stöðva þessa sókn hjá SA. Það heyrðist kalla. Hér dettaður hægri hverjum mann að þauran. Ómar. Axel. Ó, þetta var rosalega tæft. Sölvi að næstu búin að setja hann inn. Bæði lið eru full skipuð eins og er. 1 mínúta og 44 sekundur eftir af lotunni. Við erum að fá uppkastið þetta niður í varnarsvæði S-eringa. Jæja, liðin orðið 5 á 5 fyrir svolítið síðan. Nú ætla það er mjög sterkt fyrir Akureyringan að ná inn einu marki svona í lok þessara lotu. Já, við sjáum hvað gerist. Annars er þetta frekar erfiður róður fyrir á þriðju lotunni. Unnar kemur pekkinum inn, Baltasar eltir. Það er allt komið í 5. gír. Jájá. Bergþór tekur bara skotið. Varði þetta hann Jóhann Björgvin. Mínúta eftir. Atli. Kári nær pekkinum. Snýr af sér Andra Mikaels og Hafþór. Finnum við, Gunnlaugur. Tekur skotið og það fer yfir. Þorgils.
Atli sendir á Unastein. Það er ábyggilega Akureyringar sem Jói, verða með seinustu sóknina hérna í þessari lotu. Atli, Atli komin í gegn. Atli! næstu því. Fimmtán sekúndur eftir. Unni. Jói tekur bara skotið. Beint á Jóhann Björgvin. Það er komin hiti í menn, meiri heldur en hefur verið. Já. Sjáum hérna Þeir kasta bekkinu bara. sekúndurnar. Já. Það er ná æsa samt. Já. Það eru 3 sekúndur eftir. Fjóra sekúndur eftir. Það er SS sem vinnur þetta uppkast. Og hér er leikhlutinn búinn. Staðan 4-1 fyrir Skautafélag Reykjavíkur og liðin haldandi búningsklefa. Já, það sem við vitum að þegar þau koma aftur tilbaka þá er SA ekki að fara að gefa neitt afslátt. Nei, þeir eru núna ekki að ferðast hingað þessa 400 km norðan Akureyri til þess að Á þriðjudegi. á þriðjudegi til þess að tapa hér leik en það Gæti gerst, gæti gerst, það er alveg rétt. en ég hef trú á því að það verði hér hiti og mikil pressa á eftir. Það verður hörkuleikur. Já, spáði fyrir það. Við fáum okkur kaffi. Og sjáumst aftur eftir 15 mínútur. Eða heyrumst. Já.
Já, góður áhorfendur. Hún notar örfáar sekúndur. Hefst þriðji og síðasti leikluti. Já, líklega. Í þessum, já, stórfjöruga leik Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Akureyrar. Eða SA Víkinga eins og þeir vilja nú láta kalla sig. En já, Akureyringar eru á ókunnugum slóðum að vera, já, svona mikið undir í þriðja leikluta. Og mér reiknast nú til, svona eins og sessunautur minn, Guðlaug, að mér rekur ekki minni til og mér sýnist nú samkvæmt tölfræðinni að SA Víkingar hafa ekki tapað leik það sem af er vetri. Og það verður eiginlega bara svolítið að teljast til tíðinda. Og mér sýnist á öllu að þeir hafa heldur ekki farið í framlengingu. Nei, en nýtt ár og nýtt tækifæri, segi ég bara. Já, nýtt ár, nýtt hár. Nei, Eitthvað þannig. ekki hjá mér allavega. Ég er bara með mín háu kollvik og stutt hár. Ekki ljúga. En það er annað mál. Þú ert með hárkollu. Gaman að segja þetta því það sér það enginn. Já. En hér koma liðin inn á, allir nokkuð brosandi, sýnist mér. Og það er alls ekki loku fyrir það skotið að hér verður allt skilið eftir á ísnum. Því að ég held að, já, að mig minnir að hvort þessara liða eigin og svo bara næst leik bara í blá lokin á þessum mánuði. Ég þarf nú að kíkja hér á okkar prýðisdagskrá. Óli Þór Gunnarsson er kominn að miðjunni. Miðjupunktinum. Miðjupunktinum. Taka þriðja uppkasti sitt í þessum leik. Já. Já, næsti leikur í... Það er dómur. Hérna Peter Filler. Reynir hann að skotið, hann endur í vörninni. SA-ingar. Já, það er nú bara þessi lið sem mætast í næsta leik sem er nú bara... Það var vel varið þarna hjá honum. SA-ingar eru 5 vegna þess að það er biðdómur. Já. Nei, 6, eða þú veist. Þeir eru of margir. Nógu margir. Já, í rauninni næsti leikur í Hersteinn Kalla er milli þessara liða Norður Akureyri, 25. janúar. Birkir er að fara út af fyrir að fella leikmann. Fær 2 mínútna brottvísun. Birkir Einarsson þá eða? Já, akkurat hann. Þá eru Akureyringar, já, einu manni færri í þessar 2 mínútur. Sjáum hvað SA-ingar ná að gera úr þessu. Peter Styrmir. Fín sendingin að þvert yfir á Gulla en Gulli náði ekki alveg að hitta hana. Ætla að taka hann viðstöðulaust en misti tækifærið. Unnar hér pressaði stíft fyrir SA. Jesús. Einhver skóaferð hérna hjá Jóhanni Björgvini. Sölvi hér tekur pökkinn með sér alla leiðinn. Ingvar reynir að krafsa í hann, gengur ekki, en hér skoraðir. Sýndist þetta. Sjáum endursýningu af markinu. Já. Eða sjáum hann ekki. Sjáum hann ekki. Við reyndum. Hér eru tæknið tröllin okkar að reyta hár sitt og skegg.
yfir því að endursýningin skuli ekki alveg ganga sem skyldi, en Óli Þór Björnsson skora sitt annað mark í leiknum, held ég. Staðan þá er 5-1 fyrir S-eringum. Dómurinn fellur út. Já. Bæði liðið leika full skipuð og þetta var vel nýtt powerplay. Já, staðan orðin 5-1 og þetta er orðið mikil brekka fyrir Akureyringa. Já, það eru 18,5 mínúta sem þeir hafa til þess að skora 4 mörk til þess að knýja fram í jafntefli. Já. Verði engin fleiri mörk hjá bláum í leiknum. Já. Hér leikur Axel af stað. Hér koma þeir. Sendir hérna Orm. Orm hérna sendir aftur niður. Löng sendir hér upp á kantinn. Skot. Og það speglast þarna úr. Kemur Kári. Sendir á Axel hérna á fjær bláu. Axel tekur bara skotið. Það er varið. En Robert í marki SA Víkinga greip þetta bara nokkuð örugglega. Róbert er með pökkinn, Róbert Hafberg. Hann stýrir þessu sjálfur. Já. Kominn hring á svellinu. Það var náttúrulega Atli. Ólafur Hrafn sem skoraði markið fyrir SR áðan, ekki Óli Þór. Óli Þór er að dæma leikinn. Svo því sé haldið til haga. Þótt maður rugli þeim aðeins saman. Já, það eru nokkrir Ólar og Róbertar og ég veit ekki hvað í þessum leik. Aftur er Óli Hrafn, tekur skotið, þvert fram hjá. Markus, löng sending fram. Það er Ólafur Hrafn. Lögleg tækling þarna. Já. Það er ekkert auðvelt að tækla hann Ævar Arngrímsson. Hann er með mjög lágan þyngdarpunkt. Já, hann er eins og klettur. Hann er eins og klettur. Það er Barningur hér fyrir battaðan. Menn að reyna að grafa til pekkinum einhvern veginn. Það tekst nú svona. Markus hérna komin á siglinguna. Missar hann undan. Bergþór snýr hérna við. Komið fram hjá Bergþór. Hvað gerir Bergþór? Reynir hann að fyrirgjöf. Erfiðar aðstæður. Ormur reynir að taka bakinn, missir á honum. Hér kemur Filip. Skýt sjálfur. Hann tekur bara skotið. Þetta er frist af markmanni. Já. Hann Róbert er nú búinn að eiga ágæta leik þrátt fyrir hvernig staðan er. Hann hefur ekki geta kannski veitt þessu nægilega mikla vörn. Þetta erfið skot sem hann hefur fengið, föst, nákvæm. S-eringar vinnur eitthvað stiði. Skot og það er varið. Það er dómur. Mér finnst þetta dómur og bláa. Ég sá ekki atvikið sjálf. Nei. En ég er mjög forvitin að vita hvað þetta var. Axel fyrir bóksi, já, interference bara. Þetta er ólögleg hindrun. Já. Nú fær SA tækifærið sem að, já, er nauðsynlegt fyrir þá með að við markastöðu leiksins. Það er að vera yfirmönnuð hérna á móti 4 S-eringum þessar 2 mínútur. Við erum að ná að halda einhverju smá stjórn hérna. Þeir skoruðu áðan úr powerplay, þannig að þetta, þeir kunna þetta alveg. Þeir eru alveg sýnt okkur það, ekki bara í þessum leik, heldur oft áður.
Gott, Við sjáum góð skot hérna, Já, já, þetta- frábær færi, SR-ingar ná þessu samt, liftunum hérna bara, já, Bara þvert og endilangt. já, lengstu mögulegu leið yfir svellið. Vestfirðingar ná að skipta hér. Jói Leifs með pökkinn, hver sjálfur, Kemur Atli. Atli, Andri Mikaels, Já, Atli, Atli. Unnar. Unnar, Kemur á skotið. skotið, Rétt framhjá. ná samt frákastinu úr battanum. Hitt ekki pökkið nægilega vel hann Atli hana. Ná aftur frákastinu, komi hendur SR-inga, hún snöggir að snúa sig við samt. Já. Það er Rangstad, kalla hérna út, rauður fyrir að hreinsast úr svæðinu. Já, Filip hér. Heldur. Róbert Hafberg bara nær þessu dömpi frá honum. Essa heldur áfram með pökkinn, ber hann inn fyrir. Beint á Unnar. Tekur bara skotið. Það fer hérna út. Refsitími rennur út hjá Axel. Þeir bláklæddu orðni 5. Rosaleg sending er á Ólar Hrafn upp kantinn. Sendingarnar er ekki alveg að ganga á milli manna hérna fyrir Akureyringa. Smá fara að líkast þýrtokki. Það er æsing. Sindri Gunnarsson stöðvar skiptinguna. Leikmenn Skautafélags Reykjavíkur verða að vera inn á áfram. Já. Þeim er ekki heimilt að skipta. Fáum ferska fætur fyrir SA inn á. 13 mínútur eftir að leiknum. Já. Þeir vilja fá uppkastið þarna. Skotin hjá þessum liðum eftir annan leikluta standa í 25 SR en 29 SA. Það voru 9 skot hjá SR í öðru leikluta en 16 hjá SA. Þykir það nokkuð merkilegt tölfræðin. Já, það er tekið undir með þér. Hér falla menn og hver annar þveran. Ormur reynir hann að skotið. Ætlar að reyna að spegla honum þetta inn en fer spegla honum framhjá. Hafþór heldur áfram. Andri Hafþór tekur skotið. Jói fer í frákastið. Og pökkurinn er fristur. Fáum bara skiptingu báðum liðum. Já. Þeir mætast hérna í uppkastinu í N1 skiptið Kári og Björn Már. Þetta var vel gert. Já. Hann bara drap þetta í fæðingu. Já. Ekkert að vera tefla á tvær hættur hérna. Ja, það er langbest ef maður nær að frysta pökkinn og liðin fá að anda og ná sínu uppspili gagnið, sko. Það er ein viðvörun á SA. Uppkastið endurtekið. Er eitthvað svo snöggið til. Ég sá ekki hvað atvikaðist þarna en. Þeir voru eitthvað að skauta saman Axel Órangan og Andri Sverris. Eitthvað flæktu slappinir á þeim saman og Axel datt. Jæja, Akureyringar hér.
Löng sendingu upp hér. Pétur kemur pekkinum áfram á Andra Sverris. Eitthvað eru menn komnir í. Nú er bylmingshögg. Heiða Kristjú er bara fekk hann bara í fangi, sýndist mér. Ingvar. Löng sending er upp. Skot. Reyna hana þröngt skot. Mattias på bláu. Bergþór tekur bara skotið. Og mark hér. Þetta var nokkuð smekklega gert. Unnur Steinn. Glæsilegt. Skóplar pekkinum hana með bakhöndinni. Skoðum endursýninguna. Já, þetta var fín endursýning. Eitthvað er endursýningabúnaðurinn að stríða okkur. Áfram halda tæknimenn okkar hér að rífa hársveit og skegg. Þetta er eiginlega bara orðið brandari kvöldsins. Við viljum bara vonandi ekki að halda honum áfram. Herðu, þarna kemur þessi fyrir, þversending fyrir og hún er liftaðinn, eða chipaðinn, potaðinn. Eigum við eitthvað orðið yfir þetta? Já, við myndum bara kalla pekkinu bara lift inn í markið. Já. Hér koma þeir. Hafþór. Jónatan. Ævar. Arnar. Reynir að vöðla sér gegnum 3, það er erfitt. Ekkert flautað þarna á Birki. Árnason sem aðeins að snert hann. Andri Mig hér kominn og skot. Þetta hann að vera að blokka bara af vörninni. Já, hér menn eru hinn er Píter. Sendir pökkinn áfram. Skot. Varið. Vel varið hjá Róberti og aftur annar. Framhjá, hann er á bak við markið. Hafþór tekur hann fyrir sjálfur upp. Þetta er alveg með ólíkindum þessi hindrun. Jæja, ekkert á þetta. Styrmir kominn á siglinguna hérna. Reyna að koma pekkinum inn. Pekkinum skoplað út. Það er dómur. Við erum að fara að sjá hérna interference, já, mikið rétt. Menn eitthvað ósammála. Ólaf Þór, dómaraleiksins. En það er svo sem ekki fyrsta skiptið að leikmenn eru ósammála dómaraleiksins. Nei. Það er oft þannig. Leikmennir hafa oft ekki sama sjónarhornið og dómarinn sjálfur. Ég er sammála Ólaf Þór í þetta skiptið. Já. 9 mínútur, 46 sekúndur eftir að leiknum, þessum þriðja leikluta, kannski réttar að segja. 3 mörk, þurfa Akureyringar að skora til þess að geta jafnað og mögulega skrifa fram framlengingu. Þótt þeir skoruðu ekki áðan í powerplayinu sem var núna síðast, þá kemur markið í beinu framhaldi af því. Það var búið að hlaða í það gott spil, þannig að það verður forveitilegt að sjá hvað þeir gera hérna. Jói. Skot, það er eftir þetta, Andri beint á Jóa, Jói sjálf fyrir. Hafþór með pökkinn. Jóhann. Hafþór. Skot. Reynir hérna skot hérna, þeir eru hérna að nota traffíkina sem er hérna fyrir fram markið en Jóhann Björgun í markinu er bara hérna með Ingvar ágætlega að spila á Akureyri. Gunnlaugur hérna hendi pekkinum út en Jóhann greip þetta bara. Fann markmannin í sjálfum sér þarna. Já. S-eringarnir er alveg meðvitaðir um þetta spil sem er í gangi hjá S-æingum. Róbert. Atli. Atli. Heiður skotið. Framhjá. Róbert.
Rosalega flokkeringar hjá þessi ringunum hérna. Þeir eru að fórna sér í þetta allt saman hérna. Ekkert flautað. Þarna liggja menn bara eins og ráfið út allt. Jonathan reyna að koma pekkinum út, gengur ekki. Róbert hérna. Róbert, hvað gerir Róbert? Kemur pekkinum á Atla hérna. Mikill sóknarþungi hjá þessa núna. Hann er að koma inn á núna. Þeir eru bæðilið fullskipuð. Ágætis færi þannig. Heiðar kemur, hann er pekkinu. Beint yfir á Markus sem kom úr boxinu. Já, hann er ennþá með hann hérna, eða hvað? Missir hann hérna. Hann er nú bara undir mannum sem að, ég sé ekki eins og hver þetta er. En mér sýndist að vera Baltasar sem datt hana við. Þeir ná samt að pota pekkinum hann fram og tilbaka. Já, þeir koma pökkinu út. 7 mínútur. Filip, komið hér á ferðina. Sendir pökkinu nattur, það er Pítur. Sendir pökkinu yfir á Markus. Markus ykkur skotið. Og hann bakandar framhjá. Markus tekur bara skotið aftur. Lendir hann í vörninni hjá. Lendir í vörninni hjá þessa. Tæpar 7 mínútur eftir 6 mínútur 51 sekúnda. Seringar hér reyna að koma pekkinum inn í saðið einhvern veginn. Akureyringarnir gera það hins vegar hér. Andri Mig sendir það fyrir og framhjá, ekki oft sem Jói Leifs. Það er dómur. Ekki oft sem Jói Leifs klikkar á svona færi en það gerist þarna. Það kemur fyrir bestu menn. Hver er að hljóta dóm hér? Já, mér finnst Jói er að fá 2 mínútur fyrir að slá eða slassing. Það getur verið að hann hafi slegið þarna í Jóhann Björgvin eftir að hann kaffarið pökkinn. Já, ég sá ekki alveg atvikinn þarna, en ég er ekki dómbar á þetta. Já, ég sá þetta. Ég treysti þér. Það er gott. Já. Essa eru 4 á móti 5 SR Ingum. 6 mínútur 26 sekúndur eftir af 3. leikhluta. Allir reynar að skopla pekkinum út, en þeir ná stjórn á pekkinum hérna. Filip, Pítur, aftur ára Filip. Filip reynir hann að skotið en verðist eitthvað fipast að ná. Styrmir, Pítur, Filip, eitthvað skotið. Róbert búinn að stilla sér listavél upp hana efst á krísinni til að verði þetta, hann bjóst þessu skoti. Ræðsteiningar sem ná, næstu í stjórnina. Jú, það eru ræðsteiningar sem eru með stjórn á pekkinum hérna. Filip, Pítur, sendingarna yfir. Hitt ekki alveg. Mark! Þetta var fín sending hana. Eigum við að reyna á endursýninguna? Við reynum á endursýninguna. Erum við nokkuð að jinxa þetta? Nei, aldrei ekki. Þeir eru búin að leysa þetta
Þetta var fín sending hana. Glæsilegt mark. Sending frá honum, Styrmi Mokk yfir á Gunnlaug Þorsteinsson. Mér sýnist á öllu að hérna, já, þetta sé, já, hvort þetta sé ekki bara fyrsta marki hjá honum Gunnlaug í leiknum. Ég held að það geti passað. Staðan er 6-2, það eru tæpar 6 mínútur eftir af leiknum. Essa þarf að skora 4 mörk ef stærðfræði mín er rétt á næstu 5,5 mínútu til þess að jafna leikinn. Pétur Mokk greip pökkinn bara hérna og þessari svifsendingu upp innan við. Hér er Heiða Kristjánsson komin inn í gegn. Hvað kemur hún áfram? Næstu því inn innan við. Hér er alltaf farið í bál og brand. Já, hér er alltaf verið vitlaust. Það er dómur. Það er ekki bara verið að flauta til þess að stöðva slagsmálin, heldur er líka dómur. Já, já. Það er spurning hvað Óli Þór dómari ætlar að segja við þessu. Ég verð nú samt að segja að mér finnst arfaslagt hvað þessir drengir eru með illa festa hjálma. Það er mín persónulega skoðun. Það er ekki endurspegla mat þjóðarinnar en ég mæli með að lesa hjálmaregluna í reglugerðarbók Alþjóða Íshokkísambandsins. Hér fara þær 2 út af í einu. Mér sýndist vera Bergþór Ágústsson og Axel Óregan að fara þarna út af og uppskera sirka 2 mínúturnar að ég held. Við þurfum svolítið að sjá það. Þeir spjalla saman og landar niðurstöðu í þessu máli. Fyrirliðar eru tilbúin að taka við upplýsingum þarna frá dómurum, vilja skýringar eins og við. Já. Röffing sýnst mér og... Já, mér sýnst nú vera eitthvað meira í leiðinu. Mér sýnist Ingólfur hér línumaður vera að sækja fleiri menn í bóksið. Allan á bekk SA. Það er þá spurning hvort þetta sé ekki jöfnunardómur. Nei, þetta er ekki jöfnunardómur. Það er að vera 3 á 4? Nei, þeir munu spila 5 á 4. Þar sem... Já, þá er þetta jöfnunardómur. Já. Fyrir 2 mínútur eru jöfnunardómur. Ég er jafnaðar út, það var það sem ég var að... Það sem þú koma að fara í. Já, ég er ekki svona vitlaus. Svo hlærðu. Það er illa kert þessu. Já, ég veit að ég er illmenni. Nei. En hérna, já, mér sýnist vera að hafa farað 2 í bóksið hjá SA. Annars vegar Jón Már Leifsson og Bergþór Ágústsson. Og svo er Axel Óregan þarna hinum megin. Þessi hárkolla ferðir mjög vel. Kæra þakkir. Ég límd hana á mig með jötungripi. Jæja. Já, eitthvað eru dómararnir að vísa í refsiglukkuna hjá honum Axel, hún á náttúrulega ekki að loga. Nei, en sem sagt, svo klukka sem er að loga er þetta klukkan við boxin, hún getur ruglað þjálfarna eins, þannig að það er verið að biðja að hún sé tekin út, en hún er handvirt sett inn, þannig að þær eru þarna að slökkva, starfsmenn refsiboxins er að slökkva á því. Hitt er að núna eru 5,5 mínúta, eða 5 mínútur og 20 sekundur eftir af leiknum. Það gæti gerst að þessir útjöfnuðu dómar... Þetta var rosalegt skot hjá Sölva. Fór í þverslóna og upp í möskvana. Það gæti verið að þeir koma ekki aftur inn í þessum leik. Ef að klukkan er ekki stoppuð þegar dómurinn er liðinn. Já, það gæti alveg skeið þeim. Við skulum bara fylgjast með hvað framvindur.
Hestingar vinna hér uppkastið. Filip, á Peter. Peter siglar áfram. Á Gunnlaug. Peter, Gunnlaugur. Reynir hann að skotið. Missir af pekkinum. Styrmir. Sölvi. Filip, Peter. Pökkunum gengur vel á milli manna hérna. Sendingin ekki nákvæm hérna. Filip, Peter. Fín sendingin á Sölva. Sölvi náði ekki alveg að stjórna pekkinum. Filip heldur pekkinum inni. Það er verið að reyna að nýta þetta powerplay eitthvað. En það er Atli sem hendir pekkinum langt og hátt í burtu. Og Unnsteinn nær að taka pökkinn hana. Ég veit ekki hvað er að gera þarna í miðjunni. Ingvar hérna með nær pekkinum. Hvað gerir Ingvar? Ingvar reynir að taka það með einhendis bakhönd en það gengur ekki. Pítur Stefán róar það niður hérna. Tíminn að vinna með efstiringum. 30 sekúndur eftir að refsiklukkunni hjá Jóhanni Leifsinni. Heiðar. Felix. Heiðar aftur. Já, ekki gerist nú mikið í þessari skiptingu. Já, mér sýnist Jóhann Leifsson og Bergþór fá sigur á 2 mínútur fyrir slagsmál og Axel Órangan að fá 2 mínútur fyrir að slá eða slassing. Þannig skiptist þessar refsari mínútur niður. Hanna. Haukur, pekkinum áfram. Ómar, Söndurum kemur pekkinum út. Þar er Arnar, kemur pekkinum niður til Birkir. Heldur pekkinum minna. Það er mikill léttur darradans hann við battan. Kemur Ævar, ja, kleistur á sin eigin mann. Og það er Gabriel sem hirði pökkinn undir futanbláu. Kemur að vinda niður í sóknarsvæði S-eringa. En Arnar hirðir pökkinn og dömpur honum í æsingu. Já. Við sýnir samt Atli og Hafþór hafa verið of seinir að skipta. Það er spurning. En þeir koma allan inn á Axel og Ormur. Nei, og hann Bergþór komu inn á. Nú var, ok. Jæja, ég ætla ekki að... Herru, það er... Eitthvað verið að ræða hérna. Líklega held ég. Jú, það er rétt. Hvað myndirðu gera í þessum aðstæðum? Hvaða aðstæðum? Já, ef þú væri þjálfari. Já, hvorum megin? Hjá ESA. Ég myndi bara hreinlega, það er náttúrulega ekki kannski beinlist gerlegt að skora 4 mörk á 2,5 mínútu þó að kannski mögulega geti það gerst hér áður fyrir 15 árum eða 20. Ég myndi bara svona fókusa það að menn myndi bara spila sinn leik og reyna að komast bara svona nokkuð klakklaust úr þessu sko. Já, myndirðu fara að teppa fram þínum sterkustu leikmönnum og taka markmenn út, verður að stóla á það eða finnst þér... Til að minnka munin? Já. Já, mögulega ef svona aðstæður leyfa sko. Núna er ESA ósigrað. Já. Sem þýðir að stígalega séð eru þeir standa þær framar öðrum félögum og þurfa væntanlega að horfa á markatölu. Nei. Þeir þurfa ekki að gera það, en þetta er alltaf líka spurningin bara hvernig menn er að spila þetta og stilla þessu upp. Snýst líka að spila bara kannski skynsama og örugga vörn. Já, mikið rétt.
og reyna kannski að nýta þessi færi sem kannski bjóðast á þessum 2 mínútum. Algjörlega. Jói hérna droppar pekkjunum yfir á Orm. Ormur bara siglir hérna auðan sjó. Ormur komin hérna djúpt. Þeir hleypa honum bara mjög auðvitað inn. Arnar, Andri, það er búið að taka markmanninn, Unisteinninn komin inn. Það er búið að frista þetta. Já, það er líka annar vinkill á þetta. Hérna viljum við kannski ekki fá allt of mikinn hita í leikinn og heimskuleg brot sem getur leitt til agaskýrslna. Já, bara og upp á leikbönn og leikbönn að annað. gera. Ég held að menn myndi bara svona svolítið forðast það, sko. Ég held að það sé svolítið vinkillin sem ég myndi að taka sem þjálfari, sko, og sem þjálfari SR að reyna að halda haus, því að það er líka mjög auðvelt að missa athyglina og fókusinn sinn þegar munurinn er þetta mikill. Já, algjörlega rétt. Hér er Jói hún að ná stjórn á pekkinum. Missir hann frá sér Unni. Hann er að koma pekkinum upp yfir á Arnar, Ingvar. Það er Eftir Arnar og það er ekki skotið, það er hátt yfir. Unni kemur pekkinum áfram. Pétur. Þeir eru að reyna að spila hérna einhvern veginn upp en mínúta og 20 sekúndur eftir. Arnar, Ingvar. Arnar aftur. Unni tekur skotið. Hann verið þetta, hann Jóhann Björgvin, en pökkurinn ennþá inn í svæðið Esteringa. Haffi, nei þetta var Haffi. 1 mínúta eftir. Svo að framjá. Þetta er frysting. Mínúta eftir á þessum 3. leikluta. Já. Hann fá uppkast í hérna. Þeir eru ennþá markmannslausir, Akureyringar. Það freista þess að reyna að ná inn einu marki eða svo. Unnar, löngsending yfir hér á Bjössa. Bjössi tekur skotið en Jóhann Björgvin verð þetta. Baltasar. Björn. Komin inn upp á blálínuna. 30 sekúndur. Ormur. Reynir hann að þversendingu yfir. Ormur með pökkinn. Ormur tekur skotið. Hann lendir í vörninni. Unnar skotið. Pökkurinn áframlaus hérna. 20 sekúndur. Unnar skotið. Það er varið. Jóhann Björgvin er búinn að vera heitur í kvöld. Hann er búinn að grípa æði marga pekkina núna. Allan í annari og 3. hlutu. Akureyringar vinna þetta. Ingvar. Styrmir pressar á hann. Og hér er Arnar. Arnar. Hér sjálfur. Á 3, 2, 1. Og hér rennur leiktíminn út. Það er dómur á síðustu sekúndu leiksins. Síðustu sekúndunni. Og þótt að þessi dómur fari ekki upp á töflu, þá fer hann á skýrslu. Þannig að, jæja, Óli Þór, ég var nú til að sjá hvað þú ert að kalla þarna. Þá er þessu leik lokið. Já, með sigri SR. 6 mörk á móti 2 frá SA. Þetta er hægt að kalla þetta óvænt úrslit. Þetta er hérna, eins og ég segi, fyrsti tapleikur SA á tímabilinu.
Og fyrsti sigur SR á árinu. Fyrsti sigur SR á árinu, það er rétt hjá þér. Gott að halda áfram með pappa brandarana. Já. En eins og ég sagði áðan, næsti leikur hjá í herstild karla er 25. janúar norður á Akureyri. Þessi milli eru leikir í hjá U16 Og meistaraflokk kvenna. og herstild kvenna Já, sem er 20. janúar í Egilshöll. Þar fær Fjölnir Skautafélag Akureyrar í heimsókn. er ekki líka 23. Líka 23. þá er SR að fá Fjölnir. Fjölnir í heimsókn. Þannig að það er nóg hokki í næstu daga. Ég svona ætla að leggja til að fólk horfi á U18 landslið okkar sem er að spila í Búlgaríu. Versli inn á shop.ih.is. Það er mjög gott að gera það líka. Margur varningur þar. Margur varningur Ægilega þar. góður. Og já, ég segi bara takk fyrir mig í kvöld og við sjáumst og heyrumst vonandi hress. Já, takk fyrir mig og bara óska Skautafélagi Akureyrar góðrar ferðar heim. Takk fyrir og góða nótt. Góða nótt.